kaffipásu og ég bið ykkur bara að taka vel á móti nýjasta slökkviliðsstjóra landsins, Pétur Péturssyni. Já, takk fyrir. Við hérna í Árnessýslu eigum vafasaman heiður á síðasta ári að vera með 2 stærstu bruna ársins, þannig að ég ætlaði bara að byrja hérna á fyrri brunanum, setbrunanum sem var 7. júní. En það er óþægilegt líka þess að undanfarin ár höfum við átt talsvert hátt hlutfall af stórum brunum. Hérna, hvað svo sem skýrir það? Ég ætla ekki að greina það meira. Pétur, hérna, nafni minn var með einhverja meiningar á þeim, talaði um rós. En þessi bruni er svolítið sérstakur að þetta er bara bruni í porti, í geymsluporti. Set er stór verksmiðja og hún hefur undanfarin ári verið meiri þrýstingur á stjórnvöld í Árborg með staðsetningu þeirra. En þetta er gamalt fyrirtæki sem að byggist upp út í Móa fyrst og smátt og smátt. Þetta er iðnaðarhverfi sem að byggist þarna upp og þetta eru margar gamlar byggingar og mörg geymslusvæði í sömu götunni. Gagnheiði, mér skilst að tryggingafélögin sé farin að kalla þetta Eldheiði í dag. Þegar báðir þessi brunar í Gagnheiði. Og þrýstingurinn á stjórnmálamenn er kannski helst það að þetta er svo nálægt íbúðabyggð. Þá þarf maður kannski aðeins að horfa á uppbrunann. Það var engin íbúðabyggð þarna þegar þetta byggist upp og síðan færist íbúðabyggðin nær alveg svo gerist alls staðar. Þannig að hversu harkalega er hægt að beita sér. En það er náttúrulega pólitískar ákvarðanir og við náttúrulega svo sem eldvarnareftirlitið reynir að vinna í þessum málum með þessum fyrirtækjum. En svona brunar, það er kannski erfitt að koma í veg fyrir það sem þetta er íkveikja, þessi fikt með eld. Þetta eru 2 ungir menn, hugsanlega upprennandi slökkviliðsmenn, sem að margir þeirra eiga svona bakgrunn, kannski ekki svona massívan eins og þannig. En þeir voru búin að fara á 2 staði og svona fikta með eld þegar þið fundið kveikjara og voru búin að kveikja í á 2 stöðum á undan. Við vorum búin að fá 2 útköll í litla bruna. Og svo, þetta er inn á þetta fína svæði og það er bíll sem er í geymslu inn á þessu svæði og í honum er brúsi með eldfimum vökvar. Og þeir svona sulla aðeins niður og kveiki í og fannst það ekki nóg og sulla upp meira. Og þar með gerði þetta. En ef við rennum aðeins yfir tímaröðina þá fáum við hérna fyrstu boðið rétt 6:30. Þetta er alveg á prím tíma, þetta er 7. júní, það var æðislegt veður. Og við óskuðum góðu samstarfi við Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins sem er svona okkar stærsti og næsti bróðir. Og þeir brugðust að sjálfsögðu vel við eins og venjulega. Síðan gerist þetta svo hratt að aðstofna þeim var síðan afturkallið. En við kölluðum út, og ég sjá það betur á myndunum á eftir, af hverju við búum alltaf þessi vel. Við erum samanstundum af 8 sameinuðum slökkviliðum, þannig að við erum með 8 stöðvar og eigum í rauninni mjög mikinn slökkvumátt þegar allt er lagt saman. Og við köllum frá Hveragerði og Þorlákshöfn og Árnesi til aðstoðar í þetta útkall en höldum styrk á Laugavatni í Flúðum og Reykholti. Og þá erum við rættilega alla umferðin og túristina í uppsveitunum sem er býsna mikil umferð þar hjá. Við óskum eftir korter í 7, betri rýming á Eldstað og það sést betur á myndum á eftir. Það er mikil mengun frá þessu, þetta eru náttúrulega bara baneitur plastefni sem er að brenna, úrþann og meira og byggðin í kring og mökkinn leggur yfir og það rignir efnum úr reyknum eins og sést á mynd á eftir. Það voru 500 metrum frá voru svona nefastórir plasteiningar að rigna niður í garða. Þetta gerist náttúrulega allt mjög hratt því þetta er ekkert ósvipað Edenbrunanum árið sem var einu sinni bruni ársins líka. Það voru sömu efni að brenna. Svo til. Fjöldi-hjálparstöð var opnuð og hún var líka notuð þessu útkalli vegna þess að veðrið var náttúrulega bara dásamlegt og fór bara út á rúntinn og sá til þess að við ættum erfitt með að komast á staðinn líka. Og 1934 er rýmingu hætt og rétt 8 er fólki leyft að snúa til síns heima og slökkvistarfi lokið rétt fyrir 10. Ef við sjáum þetta svona með fyrstu myndum sem við fáum að þessu að hér er heilmikil orka að losna sem við sjáum og það er úrfallið að byrja hér. Það var svona svipað eins og þegar við fórum með Hveragerðisbrunanum árið að þá var öskulag yfir stórum svæðum, sérstaklega upp í Heitalækinn og þar sem allir túristarnir okkar fara og
það var bara svipað hér. Hérna var að falla yfir byggðina og eins og ég sagði það var stórar plastagnir sem voru að detta niður og þennan reyk auðvitað sló niður á milli og það var algjört óloft þarna við. En það var logn og hann bjó til náttúrulega góða hittasúlu og kerði þessu sem lengst upp í loftið og dreifði menguninni yfir sem stærst svæði. Spurning hvort það sé gott eða hvort það sé slæmt. Hérna sjáum við aðeins meira orka fallin í. Úrfallið hérna var það sama og þetta náttúrulega bara frá einu geymslusvæði þannig að við rétt ímyndað okkur hvort ægilega orka var bundin þarna. Og sem ég sagði áðan að þetta var bara eitt af mörgum geymslusvæðum sem að set með. Nú, svona, þetta bara, þannig fyrsti bíll bara rétt kominn og spakatið að byrja að leggjast út. Það var höfð áhersla í upphafi lögð á og í megnið af tímanum bara á kælingu á önnur efni. Stóran hluta varð þessu orka bara að fá að losna, það er alveg ljóst í upphafi með þessi efni sem voru að brenna að þetta verður ekkert slökkt með plasti. Þannig að við bíðum bara eftir að við erum búin að safna nægum fróðubyrðum sem eru svona aðeins dreifaðar hjá okkur og lögðum ekkert af stað í rauninni í eigilegt slökkvistarf á þessu fyrir bara það var komið nóg. Svo hún myndi ekki bara írast upp og verða að engu og við komum á byrjunarrið aftur. Við geymslusvæðið hérna starfari iðnaðarhús sem að sést betur. Það fór talsvert fúður í að vernda það hús líka. Já, eins og við sjáum glögglega hér að þá gríðarlegur hiti inn í mekkinum og eldurinn var að hlaupa til og hann var alveg með sjálfstæðan vilja og púffaði allar áttir bæði upp og niður og geislunarvarminn alveg gríðarlegur hér. Þannig að það var svona einu af okkar stóru áhyggjum. Einnig trjábelti hérna sem við höfum og rétt bara handa með það eru íbúðarhús. Þannig að við höfum ákveðnar áhyggjur af því líka við mistum eldi yfir í grindtrén, þá getum við mist eldi yfir í hús íbúðarhús sem við, þetta eru grindhús sem við erum heim með við. Við vorum í kælingu á húsum líka sem að voru akkurat heim með við því að geislunarvarminn var umtalsverður beint yfir þau líka. Og hérna sjáum við bara hvað er að gerast, sko. Við erum komin hérna upp í sjálfsagt 100 metra hæð eða slíkt og það er óbúslegt líf hérna inn í þessu gasi. Og við sjáum hvernig hann er að þenjast hérna út og skjóta sér og sjáum hérna munin. Þetta tekið á mjög svipuðum tíma því sjáum þensluna hvað er að gerast og þarna voru ákveðnar áhyggjusvæði líka varðandi rýmingu því þetta er alveg prímtíma alveg eins og þegar að kviknaði í hérna skeifunni hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins að þetta hefur mikið aðhaldskraft. Og við sjáum í þessum bruna eins og við erum í mjög góðu samstarfi við björgunarsveitirnar og svæðisstjórn björgunarsveitarsvæði 3 eru með stjórnstöðin í björgunarmiðstöðinni hjá okkur. Og það var náttúrulega virkjað leið og þetta fyrir af stað og það eru síðan lögreglan hjá okkur í Árnessýslu náttúrulega mjög undirmönnuð eins og annars staðar og þá nú björgunarsveitirnar betri en enginn til þess að rýma og þau gera það svo sannarlega vel. Það sem við höfum ágjörð af hér auðvitað fyrir utan bara geislunarvarma og mengun sem er í kring og vinnufrið fyrir okkur er að við vorum að fá eldbombur alveg niður undir jörð út úr gasi sem var kannski tiltölulega hátt fyrir ofan þig. Þannig að þegar blöndunni náðist rétt inn í þá kom bara stórt puff og þú varst bara að koma eldnögt hérna niður. Sem við svona síður vilja fá hérna í árið af þessu fólki. Og það þá sem það voru hinum hefur, það var alveg haugur af fólki. Það er svona ennþá nær merkjum. Við sjáum það hér, sko. Hér er íbúðarhús sem við þurftum að huga að og trén hérna, þannig að við myndum ekki missa hérna í línuna og hvað getur gerst þá. Og þetta hús síðan hér, hann var aðeins að skipta sér, það var hægur andfari og mökkurinn var aðeins að skipta sér, hann laðist hér yfir og síðan kom hann hérna yfir þessi svæði. En það sem við létum rýma, það voru svæðin hérna cirka hér. En svo færiðist hann þeirra leið á það sérna. En þetta var nú svona eins og einn brunni, þetta var svona stórt púff og þegar við komum kannið fróðuna þá gerist þetta nú klart. En sjáum við betur hérna inn á svæðið hvað það var sem var að brenna á eftir. En þetta var svo sannarlega bara mjög sterkur möguleiki að við myndum missa þetta hús hérna líka. Fjöldaaflstöð og Rotnið kannski segja þess að hún verið aldrei að afsaka hérna fyrirlesturinn sinni í upphafi en hérna það búið verið fyrir eitthvað mikið að gera hjá okkur hérna í Árnessýslu undanfarið. Þannig að þessi fyrirlestur var búinn til í rauninni sem rýnifyrirlestur fyrir þá aðila sem tóku þátt í eldinum
Og næsti fyrirlestur, því miður er ég ekki með nógu mikið tölulegum upplýsingum sem ég veit að ykkur myndi langi. Ég hafði bara hreinlega ekki tíma til þess að taka það saman, en þegar það verður komið þá get ég sent það á bara þá sem að vilja fá það. Nú, rýmur hægt, það var mikið fróðpartí þarna hjá okkur og góða ekki því, kostaði alveg helling, en það var eins og það er. Fallega myndir, ég var að sýningu það. Svona endaði þetta sem sagt, þetta svæði, það fóru í þetta, það var svipað magna fróði sem fóru í þetta og síðan endinn sem við fjöllum á eftir. Það voru milli 300 og 400 lítrar af fróði. Þið sjáu hvað tókst vel til hér, það er aðeins merki á húsinu, það sprakk rúða í einni hurð. Það var allt sem gerðist. Þannig að bara með aggressífri kælingu að það tókst að verja það og þið sjáu nálæðina hérna í þessi hús hérna líka, þannig að við rósuðum happi með það að halda því niðri. Við höfum auðvitað stórar áhyggjur af þessum stöflum hér, þetta eru stálrör og við vorum með menn hérna inn á svæðinu sem að skottast hérna fram og tilbaka með slöngur og þessu er bara haldið með svona tréklossum og þeir brenna þá fá þessu stæður af stað. Þannig að þó við séum að vinna bara á tiltölulega plain hérna geymslusvæði að þá eru hætturnar mýmargar fyrir þá sem að vinna hinn eiginlegu slökkvistörf. 21:45 var vettvangur hér eins og við sjáum í formlegum hætti afhentur lögreglu. En ef við komum bara aðeins að þeim sem var undir hérna komum að þessum bruna þá eru það hérna býsna margir aðilar og að sjálfsögðu steingleymdi ég eins og svo oft áður og við gleymum mjög oft sem erum í þessum bransa að setja hérna við góðast fólki á neðlínunni þannig að þau gegna náttúrulega lykilþætti í öllu þessu starfi. En eins og hjá mér og við mörgum öðrum og þetta þau ekki inn á kreditlistan. Það skilta margt að huga því. En ef við horfum aðeins á myndir hérna frá vettvangnum, þetta eru ótrúlegar aðstæður og það eru ótrúlegar myndir sem að komi frá þessum vettvangi. En þarna fóru 9-11 tonn af svokölluðum PE vassrörum, 1 tonn af hitaveiturörum, 9 tonn af pexurörum og timbur ca. 4-5 tonn. Og það voru ca. 50 tonn af þessum stálrörum hérna í þessum stæðum. Og eins og ég var að tala um það, þetta er náttúrulega bara veruleg hætta. Maður eins og þessi hér er bara í veruleg hættu ef við fáum eitthvað af stað í þessa stæðu. Sem betur við mistum við nú enga stæðu af stað. Og hérna eru þeir að vinna í rauninni að kælingu á plasturörunum áður en að fróðuvinnan hefst. Og við náttúrulega í þessum bruna eins og öllum öðrum stórum bruna þá komu allir sérfræðingar samfélagsins að segja okkur hvað við værum vitlausir og hvernig við ættum að gera þetta og af hverju í óskúflunum værum ekki búin að slökkva. En það er nú oft svona, ef maður horfir svona bara út frá eðlisfræði eldsins og slökkvistarfsins að þá leggjum við ekki af stað þegar við erum með nógu mikil skotfæri og nógu mikil búður í byssunum til þess að eiga við óvininn. Hérna, Steindór okkar er hérna á þessari mynd, hann er starfsmaður SET og hann var lykilmaður í SET-bruna 1 líka. Þetta er SET-bruni The Seagull, hann ekki. Og hann fer hérna og við lögðum mikið og vorum bæði með lóter og síðan þetta tæki hér og það var alveg heilum óskupum af rörum keyrt í burtu. Farið eins nálægt og hægt var og keyrt í burtu. Og þið sjáu að kælingin er hérna á fullu en þessi röra voru vel heitt, það ríkur hérna úr þeim. Þannig að það tókst að búa til ákveðin landamæri líka í lagersvæði. Hérna sjáum við, við erum í björgunarmiðstöðinni við eins og þið vitið kannski að þá rekum slökkvilið ekki sjúkraflutningana á Selfossi eða á Suðurlandi. Sjúkraflutningarnar á Suðurlandi eru reknir alla leið austur Höfn. En það er mikið samstarf þar á milli og hefur bara batnað með árunum. Og þeir voru á fullu í því í sjúkrabílunum fyrir okkur að ferja fróðu af því að við notuðum svona megnið af okkar mannskap í önnur störf. Og hérna fer þetta síðan af stað og það er hérna fyrirverandi slökkviliðsmaður hjá okkur sem er sjúkraflutningamaður sem var að vinna í þessu. Hann er utan hættu, hann er náttúrulega óvarinn með öllu og þessi sé svona vel gíraður.
eftir að, eins og ég sagði áðan, eftir að við dróðum fram hinn réttu með í þessu að þá gekk þetta bara mjög hratt. Aðeins yfir bara staðsetning á tækjum. Þetta var náttúrulega slæm staðsetning hér vegna þess að reykinn lagði í þessa átt. En við búum aðeins við það á Selfossi að vatnsveitan hefur kannski ekki alltaf verið alveg nógu öflug í upphafi. Þetta er okkur miklu betri stýring á þetta núna ef við vinnum mjög náið með vatnsveitunni. Þannig að þegar að uppkoma stóð útgöld þar sem að fyrir sig að við þurfum mikið vatn þá kallaði beint út menn og þeir skrúa fyrir bara ákveðin svæði í Árborg og beina allir svo gott sem öllum vatnskrafti til okkar sem að sjálfsögðu gert en þangað til að það gerist, þetta tekur allt einhverja mínútur og þá hendum við upp laugum og við erum með notum tankbíla til þess að ferja í þær og svo auðvitað tottum við það út af kerfinu sem við getum sem er umtalsvert en náttúrulega bara í svona stórbruna þá þarf meira en minna á vatni. Nú í þessum eldi að þá voru þarna það byrjir 50 slökkviliðsmenn, 45 björgunarsveitarmenn, 18 lögreglumenn, það koma lögreglumenn frá Reykjavík líka í þessu stóru bruna, það er yfirleitt sérsveitabíllinn kemur og svo einhverju fleiri til okkar. Rauða krossin er virkjaður, það var sveitan og starfsmenn setir eru nú okkar samstarfið verða ansi sjóað í brunum og þeir komu með þess að sterkir inn á lóðina við hliðina þegar kviknaði næst í brunni og þeir hjálpuðu okkur mikið þar líka. Þannig að þeir eru að verða svona okkar helstu samstarfsaðilar. Nú ákveðnir vegfarendur komu og lögðu lið. Ákveðnir vegfarendur var líka fjarlægi. Það er nú bara eins og það er. Helstu áhættur eins og við töluðum áðan, við höfðum áhyggjur að sjálfsögðu af þessu húsi líka. Þetta var okkar helsta áhyggjuefni vegna þess að mökkinn lagði í þessa átt. Þessi hús hér og svo eins og þið sjá á aðra myndina það er þessi trjáþyrping eða þessi trjáröð sem er blandað